Vissir þú að Bill Gates vinnur hörðum höndum að menntakerfum allan heim? Já, það sko nóg að gera hjá honum, hann vinnur göfugt starf. Svo hann líka marga vini og það svo gaman hjá þeim að hann hefur engan tíma til að vera að velta sér upp í skilnaðinum. Þeir hlæja mikið saman, en þeir Bill alræmdur fyrir kynningáfu sína. Þú sér það ekki oft á myndum með Bill, af því hann ber svo mikla virðingu fyrir friðhelgi einkalífs þeirra. Og þeir fara á skíði og í karaoke og gráta sig aldrei í svefn í tómlegu rúminu. Nú eru komnar 3 vikur sem Bónus breytti merkinu sínu úr svíni yfir í aðeins öðruvísi svín. En engin lát hafa verið á mótmælum gegn nýja svíninu. Allt á suðupunkti í stóra svínamálinu, en stuðningsmenn gamla svínsins hafa hótað að láta ekki undan óeirðum fyrir en breytingin sem þeir séu að vera viðurstyggð verið dregin tilbaka. Nýja svínsinnar sem nota stuðning stjórnvalda hafa reynt að berja niður mótmælin af mikilli hörku. Friðargæsluliðar Sameinuðu þjóðanna það er að berast inn að tilkynning. Vopnaðir harðlínumenn og röðum gamla svínsina hafa ráðist inn í Alþingishúsið. Við erum með myndefni sem sýnir fána gamla svínsins blakta yfir Alþingi, sem hlýtur að því að Alþingi og þar með allt Ísland sé nú á valdi. Þeir sem hafa geymt gamla svínið í hjarta sínu hafa ekkert að óttast. Þeir sem hafa tekið villins nýja svíns opnið mörmum minn fór tækifæri til að brauta fyrir syndir sínar. Fulleldi Bólanes kjötsós nú einstöku tilboði einungis 1555 krónur. Bónus, ekkert bröður. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það eru 7, þeir sem eru á móti. Það eru 4. Lausaganga katta verður þá ekki heimil frá ársbyrjun 2025. Halló? Ég gerði það sem þið báðum geti nú fengið fjölskyldu minna aftur. Það er ekki það sem þið samtum Hvernig þið verða lokaðir inni? Ég kaus með þessu, meira get ég ekki gert. Þið sögðu að ég myndi hitta þig aftur ef ég væri góður strákur og hlýddi. Næst fyrir við til Bretlands, en þarlend drottning enn á lífi. Hún bara að taka þér rólega. Alls ekki dáinn. Það fullkomlega eðlilegar ástæður fyrir því að hún hefur ekkert sést nokkurt skeið og öllum afburðum aflýst og það tengist dauðsfalli hennar ekki neitt. Hún sprelli lifandi og að halda öðru fram veruleika firring og rógburður. Ég hef ekki Þetta á að vera frjálst samfélag. Rólegu vinur. Það óþarf að grípa til slíkra aðgerða.
Það neytti við til þess. Veistu hvað lífið mitt hefur með til helviti? Við höfum öll þurft að þola margt á þessum fordæmalausu tímum. Helviti og ég. Allt í lagi. Segðu mig, vinur. Hvað er það sem hrjáir þig svona? Ég heiti Grímur. Afsakið, allt í góðu, Grímur. Hver er vandinn? Það er vandinn. Líf mitt hefur verið helviti í faraldrinum og það allt þessari ríkisstjórn og sóttvarnareglum hennar að kenna. Bíddu, ég skil ekki. Allir brandverðarnir, fólk hættir ekki. Hvert sem við fer þá segir fólk Grímur bara með Grímu eða þú verður að mæta, það er Grímuskylda. Það er nú... Sá brandari gengur ekki einu sinni upp. Orðagrunn er málfræðilega rangt. Þetta er þá að vera Grímskylda. En skyldan snýst grímunótkun. Ég skil það, ég veit hvað fólk meinar. Ég er að segja tengingin sé loseraleg og brandarinn óvandaður. Það er ekki hægt að ætlast í fagmannlegra brandarasmíðar af hinum almenna borgara. Samfélagið er oftilbúið til að afsteka meðalmennsku. Einn! Bíddu, eiga þá bara lærðir grínistar að rétta því að segja skrýtlur? Hvað verður þá kaffistofur landsmanna? Eindómur drungi og leiðindi? Ef það er þarf, látum sérfræðingar sjá grínið. Það þarf ekki að hlusta á það sama aftur og aftur og aftur. Nú viltu hlusta á sérfræðinga? Ég held þú verið brjálaður út í þá fyrir þessar sóttvarnareglur. Eru farnar að renna á þig 2 grímur? Nú rúfum við! Ekki lendi í þessu. Láttu fagmenn semja skrýtlunar fyrir þig. Brandarasmiðja Badda. Gæða grín á 5 aura verði.